Herru, hverjir verða Íslandsmeistarar? Ég held að Valur verði Íslandsmeistari núna á 100 ára afmælið þeirra. Bara nokkuð vissum það að það verði. Þeir eru að standa sig núna og eru bara að gera góða hluti og bara hef mikla trú á Valsmönnum þetta ár. Hver eru markakóngur? Já, ég verð nú að ætla ekki alveg klára á því, það er svona spurning hver verður markakóngur í ár. Ég held að hins vegar markameti verði ekki slegið. Þú ekki alveg að svara þessa spurningu. Ég tala við mig svona mitt mót, þá get ég hugsanlega að svara þessu fyrir þig. Hver eru bestur? Ég get alveg ímyndað mér að Bjarni Guðjónsson er þið bestur núna. Ég held að hann er svona að mínum mati vaxandi spilamaður og góður og ég trúi á því að hann verði valinn bestur núna. Hver eru efnilegastur? Ég er bara, hvað á maður að segja, ég er bara ekki alveg kláraði, alltaf verði ekki ykkur valsmaðurinn. Ég trúi því, ég hugsa það. Hvað leikmaður kemur mest á óvart? Ég held að það verði, ég raun og veru kannski erfitt að segja til það hver kemur kannski mest á óvart en ég geti alveg ímyndað mér að við séum að fara að sjá ykkur úr svona liðan sem voru að koma upp í fyrra og svo bara er að sjá, ég er ekki alveg klárað, ég er ekki alveg með nöfnin á svo gæðum að hreinu en ég er alveg vissum að það verður annarkvort einhver valsmaður eða einhver í neðri hluta deildinni, það verður ekki Valur allavega að hreinu. Hver er skemmtileg stuðningsmennir? Stuðningsfélagarnir? Stuðningsmennir, ég ætlaði maður ekki að segja, er ekki Eyjamenn sterkir? Eyjamenn eru sterkir og mikið líf í kringu þá og ég held að koma því líka framfæri að það hefur til dæmis verið mjög áberandi hvað stuðningsmenn eru lélegir að styðja bak við liðið sitt ef að illa gengur og þetta er svolítið sem við þurfum að læra, við þurfum að standa á bakvið okkar menn alla leið, hvort sem það gengur vel eða illa því að það er nokkuð ljóst ef að menn, þegar þetta verður sálrænt ef það gengur illa og áreyndur farið að fara að þá erum við farin að missa enn meiri trú á því sem við erum að gera þannig að við verum að styðja okkar lið hvaða lið sem það er svo sem þannig að stuðningsmenn verða að læra þetta sérðu hvergi í heiminum að það sé eitthvað minka að koma á leikið og ganga illa menn verða að syngja sig til sigurs og syngja sig gegnum erfiðleikann þannig að þetta er bara hlutur sem við erum að hafa á hreinu. Herðu, hvað er skemmtilegast í völlurinn í deildinni? Það er náttúrulega Hlíðarendi, það er alveg á hreinu það er náttúrulega langskemmtilegast í völlurinn og svo eru náttúrulega aðstæðurnar að breytast mikið, ég meina félögin eru að leggja mikið metnað á aðstöðu fyrir áhorfendur og leikmenn og svona þannig að þetta fara að vera svolítið svona fara að vera meiri gæði í þessu þannig að ég bara vona því að fleiri lið taki bara Valsmenn til fyrirmyndar hvað þetta varðar og önnur félög náttúrulega og geri sem sagt einhverja skemmtilega hringi síminn hérna. Það er bara mig, ég er í smá vitali, ég heyri eftir. Já. Ok, við þakka þér fyrir. Blessunur. Fyrirgefið þetta. En allavega það er svona í þessu er að bara að voru ekki að tala um Hlíðarendan eða besta völlin. Já. Ég vil meina að það sé svona skemmtilegast aðstæðan þar. Ég er mjög hrifinn af þinni. Hver er líklegast til að fara í Twitter-bann? Það verður einhver káningur í maður, ég býst við því. Ég býst við því að verður einhverju káir sem að fer í Twitter-bannið. Hver það verður, veit nú enginn, vandi er nú slíkt að spá. Ok. Hver verður spjaldaðistur í deildinni í sumar? Ég býst nú því ef að líkun lætur að þá get ég alveg ímyndað mér að ég hugsa að það verði einhver káningurinn. Ég þori ekki að nefna neinn nöfn, það er svo leiðilt að nefna einhver nöfn, get ekki staðið við en ég býst við að verði einhver úr káur sem verður spjaldaglaðastur í sumar. Hvað áttir að einkenna fótboltasumarið? Það sem áttir að einkenna fótboltanandi núna er það að leikmennir koma í miklu betri formi núna í byrjun móts heldur hefur verið 8 ár vegna aðstæðna sem hafa breyst mikið á Íslandi á undanfarna árum og við þurfum að sjá miklu meiri gæði í boltanum miklu fyrr heldur en hefur verið vegna þess að það sem hefur verið að gerast þegar mótið er að enda þá hafa verið að koma taktar sem að menn hefur viljað sjá miklu fyrr í mótinu og ég held að það sé að gerast núna og liðin verður miklu jafnari. Góða kvöldið, gjörðu svo vel.
Herru, þá förum við í hverjir falla? Já, þetta er góð spurning sko. Hverjir voru þetta sem kom upp í fyrra? Það var Þór og Víkingur. Sko, yfirleitt hefur þetta verið náttúrulega svolítið klassískt að liði, sko annarkvort liði sem að kemur upp svona síðustu árinu er að falla eftir að hafa komið upp og eins og með Selfoss í fyrra og svona, en það lið sem fellur er bara það lið sem á það skilið. Það er bara svoleiðis. Þannig að ég þori ekki að fara, ég vil ekki vera með einhverja svoleiðis bátdóma því það er leiðilegt sko, því að ég styð íslenska knattspyrnu þó ég haldi mig Val. Þannig ég þori ekki að svara fyrir það hverjir endilega falla, en ég á bara vona skemmtilega móti og bara, ég vona bara öll haldi sér upp í. Hver er svalasti þjálfarinn í deildinni? Það er náttúrulega sko, mér vantar alltaf Gauja Þórðar sko. Gauji Þórðar er náttúrulega svalasti þjálfari Íslands fyrir og síðar sko. En alltaf sé ekki Willum núna. Hann er svolítið svona cool, svolítið að skamma leikmennina og láta það heyra það sko. Þannig ég er svolítið að fíla hann er góð þjálfari. En ég er líka ánægður með nýja þjálfarinn okkar, Kristján í Val, þannig að hann er líka mjög cool. Hann er svona, hann myndi segja að hann væri svona Tony Bennett. Tony Bennett, svona svipað stíll á honum. Okay. Hvað er líklegastur til að fá að taka póka sinn fyrstur? Í deildinni? Sko, bara til félagana, sko, að þá er það bara grundvallaratriði, það á ekki að reka þjálfarann. Það hefur aldrei sko gert neitt fyrir félagunum í Íslandi að reka þjálfarann, sko hafa það alveg á hreinu. Það sást nú bara best á valsliðinu fyrir 1 eða 2 ára síðan. Það sem þetta snýst er það að það er að hvetja leikmenn til þess að gefa sig alltaf fram í verkefnið. Og það eru leikmennir sem bera ábyrgð á úrslitunum, ekki þjálfarinn. Þjálfarinn hefur áhrif og getur náttúrulega mynda góða stemningu innan hópsins, en það eru leikmennir sem að sjá að spila fótboltann og þeim ber svo skylda að skoða stöðu sína innan liðsins og bera ábyrgð. Og menn verða að leggja sig 100% framnáttara til þess að ná þeim árangri sko, sem alltaf. Og lókum, hver er myndarasti leikmaður Pepsi-deildarinnar? Já, ég meina ef við erum að tala kvennaboltanarkinni þá verður ég til að svara þessu, en ég meina ég er ekki alveg til að svara eitthvað myndarasta leikmann fótboltamaður. Þetta er ekki gay íþrótt. Þetta er alveg